Ég var á ferð landið, var að prédika á Akureyri og tók smá tíma að því að keyra svona aðeins í kring og eitthvað og fór svona austan við Akureyri og aðeins lengra inn. Þá staður sem að heitir Grettisbæli og við höfum alist upp við söguna, ekki bara Samson sem að kannski flesti þekkja einhverja biblíusögur, en Íslendingar þekkja söguna okkar eigin mann sem var stór og mikill og sterkur og söguna Gretti. Og maður les þetta í skóla og lærir og hefur gaman aðeins, síðan svona þegar maður að efast að það sé nú kannski eitthvað mikið spunnið í þetta. En síðan þegar þú ert að ferða landi þá engu að síður eru alls konar örnefni og staði sem eru nefndir eftir Gretti engu að síður. Það er þó nokkuð Grettisbæli og þarna þetta í hlíðinni og þú gengur upp. Það er mjög frekar erfitt að komast að þessu, svona staður sem hann átti sér bælið. Það er mjög erfitt að komast að þessu og ráðast á, en þú gast komið þig vel fyrir, erfitt að sjá þig og mjög auðvelt að verjast í þegar einhver að koma að þér. Og Grettir liði náttúrulega sem útlægi, má segja það, af söguna sem við höfum af honum, en þarna var hann kominn og með sitt bæli og það svona risastórir og þungi steinar sem búið að leggja svona niður sem svona þak yfir bælið, svona steinar sem að ég myndi aldrei geta lyft og hefur greinilega verið hana í einhvern tíma. En hversu mikið sem að sögunar hann eru sannar eða ekki, fekk maður til þess að hugsa kannski að sé eitthvað meira spunnið í heldur en bara mýta, en ég veit ekki. En það fekk mig til þess að hugsa annan einstakling, sterkan einstakling sem við höfum og það er Samson. Við ætlum aðeins að lesa sögun hans saman og ég ætla að biðja ykkur að þið vilja vera með að fletta upp í Dómarabókina 13. kafla. Dómarabókin 13. og 14. Við förum svona í stórum skrefum yfir þetta. Við skulum lúta höfði í bæn fyrst. Kæri Faðir, biðjum að blessa okkur þegar við förum og lesum og reynum að pæla í sögunum Samson í ritningunni. Við vitum að allir hlutir eru ritaðir okkur til uppfræðingar og svoleiðis, þannig að ég bið þig að kenna okkur eitthvað úr orðið þínu nýtt í dag. Í Jesú nafni. Amen. 13. kaflinn byrjar svo eins og Helgi las. Dómarabókin 13. kafli 1. versin. Ísraels menn gerðu enn að nýju það sem að illt var í augum drottins. Þá gaf drottin þá í hendur Filistea í 40 ár. Maðurinn nefndur Manóa, hann var af Sorea af ætt Dans. Kona hans var óbyrja og hafði ekki barn alið. Engill drottins birtist konun og sagði við hann: Þú ert óbyrja og hefur ekkert barn alið, en þú munt verða þunguð og fæða son. Hafðu nú gætur á þér, drektu hvorki vín í áfenga drykk og legðu þér ekkert óhreint til munns, því að þú verður þunguð og fæðir son og skal raknífur ekki koma á höfuð hans, því að seinnin skal vera helgaður Guði allt frá móðurlífi og hann mun hefja frelsun Ísraels úr hendi Filistea. Svo sagan Samson, hún byrjar eins og svo margar aðrar sögur sem við höfum í reikningunni. Óbyrja, kona sem getur ekki eignast börn, verður fyrir því að engill birtist henni og það kemur loforð að hún muni eiga barn og það muni vera eitthvað sérstakt við þetta barn. Getið þið nefnt mér nokkra sögur sem við höfum svona úr Biblíunni, bæði Gamla testamentinu og Nýja testamentinu? Abraham, Jóhannes skírara, Hanna og, Elisabeth, mamma Jóhannes skírara, Hanna og Samuel, síðan aðalpersonan líka, María Mey, svo þetta kemur aftur, þetta er svona eins og formúla sem að birtist þarna. En það sem er greinilegt sem maður veit er að þegar þú sérð þetta, óbyrjuna, engilinn og draum og vonum barn, að þá er þetta ekki bara einhver einstaklingur, heldur er þetta mikilvæg persóna sem að kemur fram og fær oft lengri tíma, eins og Samuel sem kemur stuttu eftir að Samson endar og Jóhannes skírara Jesú og Abraham og Sara með Ísak. En það er ákveðin munur á sögunum Samson og hina. Þegar að engillinn birtist Elisabeth,
eða Maríu, þá segir hann ekki við hana: rakhnífurinn mun aldrei snerta höfuð ykkar pilts. Svo best við vitum allavega, þá stendur það ekki neins staðar og eru þeir ekki með þetta tekið fram. En það að rakhnífurinn muni ekki snerta þeirra höfuð vísa til þess að barnið myndi verða Nasarei. Og ef við förum í 4. Mósebók, ég ætla nú bara stuttlega að lesa þetta. Í 7. kafla, þá er alveg heill kaflu sem kallað reglunar Nasarea. 4. Mósebók 7. kafli. Það segir, ég ætla bara aðeins að lesa svo við sjáum, þetta ekki, maður hugsa fyrir sér, af hverju áttu hún ekki að drekka neitt vín og ekki raka höfuðið á hana. Þetta er eitthvað svona svo út í kú. En þá er það ákveðin sem við sjáum hérna í Gamla testamentinu í 4. Mósebók 7. kafla. Drottinn talaði við Móse og sagði: ávarpaðu Ísraelsmenn og segðu við þá: nú vill karl eða kona gera eitthvað einstakt með því að vinna heit Nasarea og gerast Nasirei drottins. Skulu þau þá forðast vín og sterka drykki, hvorki má drekka gerja vín eða gerjað öl, ekki vínberjasafa né neitra ferska þurrkaðra vínberja, allan þann tíma sem hann er Nasarei, og má hann ekki neita neinna afurða vínveðarins, hvorki kjarnan í hýðis. Og allan þann tíma sem hann er Nasarei skal rakhrífurinn ekki fara yfir höfuð hans. Hann verður heilagur og skal láta hár sitt vaksa allan þann tíma sem hann er Nasarei drottins. Á meðan hann er Nasarei drottins skal hann ekki koma nálægt líkum og ekki sörga sig á því, á meðan hann er helgaður drottni. Og svo framvegis er talað þetta. En síðan er sagt að þegar tíminn líður undir, þá getur hann farið og fórnað og látið raka á sér hárið og sett það inn. Og svo framvegis. Þetta heldur áfram alveg í langan tíma, alveg næstum því út kaflan. Svo þegar það kemur að því að hún fær þessi skilaboð, mamma hans Samsonar, að þá er greinilega verið að vísa til þess að barnið hennar myndi verða Nasarei. Það þýðir að, það kannski hefur enga þýðingu fyrir okkur Nasarei, en þetta kemur af greinilega orðin sem þýðir að leggja til hliðar eða standa sér. Hvort sem þú varst karl eða kona, þá gastu tekið þennan tímabundin eið og ákveði bara svona: ég ætla að taka þennan eið og gera eitthvað sérstakt, eins og stóð bara þarna í reikningunni, og helga mér drottni að einhverju sérstöku leyti. En oftast var þetta, greinilega samkvæmt 4. Mósebók, var þetta eitthvað sem þú gerir viljugur, sjálfviljugur, og virtist vera bara ákveðin tíma. Og þeim tíma áttur ekki að koma nálægt neinu því sem er að vínviðarplöntunni, ekki raka hárið og ekki koma nálægt líkunum, eða einhverju sem var dauðið. Og við sjáum kannski venjulega þegar við hugsum eitthvað, einhver sem ætlar að helga sér drottni. Það hljómar eins og einhver sem ætlar að fara í klaustur út í eyðimörk, út í sveit og vera þar og lifa svona bara einhverju skýrlífi. En Nasarein er ekki alveg þannig. Hann var lifandi meðal fólksins sem gerði eitthvað heit, vildi vera nærri Guð og hafa eitthvað sérstakt samband, tók sjálfviljugur og ótilneyddur eið svona nokkra aukareglur og fórnir, en bjó meðal fólksins. En það er svo merkilegt við Samson að hér er þetta eins og Guð hafi þegar sagt: hann mun ekki aðeins velja að vera Nasarei og vera helgaður mér, heldur hef ég valið hann til þess áður en að hann er fæddur. Svo það kemur til móður hans að leggja í því að hún sjálf skuli ekki einu sinni drekka neitt og hún muni passa upp á barni og það mun vera eitthvað sérstakt við þetta barn. Og núna þegar ég sjálfur og væna erum með barn á leiðinni, það fær maður kannski aðeins til þess að hugsa, getur verið pínu sjokk að fá svona: já, þetta er ekki bara eitthvað barn sem kemur, það mun vera sérstakt og ég er með eitthvað svona sérstakt í huga og þú skalt aldeilis sjálf ekki einu sinni gera neitt og passa þig upp á þig fyrst. Kannski nauðsynlegt fyrir mann sjálfan aðeins að læra einhverja sjálfsstjórn, þannig að maður getur kent einhverjum öðrum og svona fæ maður aðeins til þess að pæla í þeirri ábyrgð sem að fylgi því. Maður hefur ekki bara pælt í því, þetta er eitthvað ennþá svo óraunverulegt, þá kallar ég bókstaflega að sé einhvern krakka og skrifa að hann tilheyri okkur. En allavega það er athyglisvert að Samson fær hlutverk, ekki bara eitthvert hlutverk, heldur er hlutverk sem hann fær alveg frá fæðingu. Getur við ímyndað ykkur það? Og þegar maður veit, það veit allir söguna Samson, hún fer ekki sérstaklega vel,
En áður, meira sér þráttur að lífið fari í rúst, þá var Guð búinn að segja þetta sérstakt barn sem að hefur einhverja sérstaka köllun sem að ég veit að það býr eitthvað í þessu barni. Getið ímyndið ykkur það? Þannig að maður getur raun og veru sagt það ég held að sé að Guð þekki okkur öll sama hvað hefur gerst og hvernig hlutinni fara. Hann veit og getur sagt, já, þessi einstaklingur, ég bara veit nákvæmlega hvernig getur komið fyrir honum í lífinu og hvað hann getur gert og hvaða stórkostlu hluti hann getur áorkað. En það fylgir ekki alltaf saman kannski köllun Drottins og hvernig menn lifa. Ef við lesum áfram í Dómarabókinni í 14. kafla, þá segir: Samson fór niður til Timna og sá þar konu eina. Hún var ein af dætrum Filistea. Síðan fór hann heim aftur, sagði föður sínum og móður frá þessu og mælti: Herri, ég sá konu nokkra í Timna, hún er ein af dætrum Filistea. Fáið þið hana mér nú að eiginkonu. En faðir hans og móður sögðu við hann: Er þá engin koða meðal dætra frænda þinna eða meðal þjóðar þinnar að þú þurfur að fara að taka þig konu af Filisteum sem eru óumskornir? Samson svaraði föður sínum: Fáðu mér hana því að mér líst vel á hana. En faðir hans og móðir vissi ekki að það var verk Drottins og hann var að leita færist af Filisteum, en þar mundir réðu Filistear yfir Ísrael. Svo, ef við pælum aðeins á hvaða tíma sagan er að gerast. Við sáum í fyrsta versi að Ísraelsmenn höfðu verið undir Filisteum í 40 ár og það var sagt að nú myndi að reisa upp mann, Samson, sem að myndi byrja að leysa þá undan ánauð Ísraelsmanna. Og í lok 13. kafla segir að þegar það er sagt eftir að draumurinn hefur konin og allt hefur verið uppfyllt, konan ól son og nefndi hann Samson og sveinninn óx upp og Drottinn blessaði hann og andi Drottinn tók að hreyfa við honum Samson í herbúðum dans milli Sorea og Estaról. Svo hann sem var kallaður frá fæðingu alveg til þess að leiða Ísraelsmenn og koma aftur stjórn á landið. Því á þeim tíma eftir að Móse var búinn að leiða út úr Egyptalandi og Jósúa var búinn að leiða út í fyrirlandið og þá reisti Drottinn alltaf upp dómara og sumir komu og leiddu vel og síðan kom enginn og virtist vera svona eins og Dómarabókin segir að hver gerði það sem honum vel líkaði og nágranna þjóðin var búinn að koma og taka yfir, en Guð hafði ekki leyst á Egyptalandi til þess að fara þarna og þjóna einhverjum öðrum, heldur til þess að vera sín eigin þjóð og hérna kemur þetta loforð aftur. En hver hefur tíma til þess að stjórna og pæli einhverju svoleiðis þegar það er einhverja sæta stelpur til staðar? Samson átti greinilega góða félaga yfir í nágranna þjóðinni og naut þess að vera með þeim og hefur þar hitt aðra konu. Og þegar textin segir síðan að foreldrar hans segja: Viltu fá konu af þessara þjóð, þessara óumskorna, eða mannana sem er ekki einu svona hluta sáttmála við Guð, og okkur þetta fara þá yfir til þeirra? Já, því að hin þjóðin með aðra Guð hefur náttúrulega aðrar reglur og aðra lifnaðar hætti sem að þeim kannski leist ekki rosalega vel á fyrir son sinn og verðandi barnabörn og hvað eina. Svo að Samson segir bara nei, mér líkaði vel við hana, hún fyrir augum mínum, eins og hann orðaði þetta, fáðu bara vel því að mér líst vel á hana. Hún er bara flott og ég vil fá þessa. Og þá tími kannski sem Drottinn er að reisa hann upp til þess að leiða þjóðina, sem hann á að nota tíminn til þess að vinna fyrir hann, er hann að eyða, sjáum við greinilega í eitthvað rugl. Og viska Drottinn sem hefur verið alveg frá því að hann er í móðurkviðunum er hunsuð og hann velur það sem honum vel líkar og svona líkist svona gott fyrir augun, en ekki kannski það sem honum fyrir bestu. Hann er að hugsa kannski ekki alveg með einhverjum svona gildum foreldra sinna, heldur bara fá hormónunnar að ráða og hann gerir það sem honum vel líkar. Alveg frá í 1. Mósebók 7. kafla þá er Biblían ofta vara þetta þegar hún segir að synir Guðs fara og giftast dætur mannanna. Og alveg fram í Nýja testamentið, þegar í öðru Korinthubréfi þá eru kristnir menn hvattir gangið ekki undir ósankynja og með vantrúðum,
Því að hvað sameiginlegt með réttlæti og ranglæti? Hvaða samfélag hefur ljósið við myrkunin og hver samhljóðan Kristi Belíal og hver hlutild trúuðum með vantrúuðum? Af því að þeir sjá þetta alveg frá í fyrstu Mósebók þegar að synir Guðs eða þeir sem eru fylgjendur hans fara síðan til hinna þjóðana sem að þekkja hann ekki og fara að giftast þeim, að þá endaði bráðið dragast í burtu. Alveg eins og í frumkirkjunni þá varar hann við því og segir ef þið giftist einhverjum sem ekki einu svona sama trúar og þið og þið eigið ekki sameiginlega hluti, hvaða hluti eiga ljósið og myrkrið sameiginlegt sem að dregur bara úr. Það er erfitt að gefa ekki eftir gildi trúar og meginregna þegar þessu fer að blandast síðan saman. Og maður þekkir þetta sjálfur hafandi alist upp á svona heimili sem skipt, annar svona smá eitthvað kristin en hinn bara frá ekkert svona sérstaklega trúreiku heimili. Og þá svona koma tvær reglur sem berjast saman og oftast vinnur það sem að hljóma skemmtilegra fyrir augun og svona. Það er skemmtilega að horfa á barnaefni heldur en að fara í kirkju og laugardagsmorgni. Ef maður hefur báða valkostina frá sikkoru foreldrinu. Ég er bara að taka dæmi. Þess vegna hefur þetta alveg í gegnum reikninguna bara til þess að vara fólki við að lenda ekki í vandræðum seinna meir. En það er ekki beint það sem maður hugsa þegar maður er Samson og er búinn að sjá einhvern sem að lítur vel út. En sagan heldur áfram að hann ætlar að fara að taka þessa konu og giftast henni, en þegar eftir allt kemur þá segir í 14. kafla 20. vers og áfram, þá er hann búinn að lenda í einhverjum veseni með einhverja, þið munið þetta sagan með ljónið á veginum og einhverja gátur sem kemur að brúðkaupinu og það kemur eitthvað upp. En hann kemur tilbaka og ætlar að giftast henni. Þá segir hann, kona Samsonar giftist brúðarsveini hans sem hann hafði valið sér að svarmanni. En að nokkrum tíma liðinum kom Samson hveiti uppskýruna að vitja konu sinnar og hafði með sér kiðling. Hann sagði við föður hennar, hleyptu mér inn í afhýsið til konu minnar, en faðir hennar vildi ekki hleypa honum þangað inn. Faðir hennar sagði, ég var þess fullviss að þú hefði fengið megna óbeit á henni og gifti hana því brúðarsveini þínum. Yngri systur hennar er fríðar en hún, hana skaltu fá í hennar stað. Svo eftir hann er búinn að yfirgefa eitthvað konuna sína, ég býst við að búa mismunandi stöðum, kemur hann aftur til þess að giftast henni, en þá er hún bara gefin öðrum manni, af því að hann er búinn að fara hann í einhverjum ófriði. Og hann verður brjálaður Samson og brennir uppskeruna og það endar á því að fólki heldur að þessi henni að kenna og fer og brennir hana. Og þá er Samson aftur reiður og hefnir sín á þeim, þannig að sagan fer í eitthvað svona voða mikil vandræði. En þá segir í 15. kafla 9. versi að þá fóru Filistear upp eftir, settu herbúðuna sínar í Júda og dreifðu sér leki og Júdamenn sögðu, hví hafið þið snúist gegn okkur? En þeir svöruðu, við erum komnir hingað til að binda Samson svo að við getum farið með hann eins og hann hefur farið með okkur. Þá fóru 3000 manns frá Júda niður til Etams kletta og sögðu við Samson, veist ekki að Filistear drottni yfir okkur? Hvers vegna hefur þú gert okkur þetta? Og hann svaraði þeim, á sama hátt og þeir léku mig, þannig hef ég leikið á þá. Og þeir sögðu við hann, við erum komnir hingað til að binda þig, svo að við getum framselt þig í hendur Filistear. Og þá sagði Samson við þá, vinni mér eið að þið munið ekki drepa mig sjálfir. Og þeir svöruðu honum, við munum bara binda þig og láta þig í hendur þeirra, en við munum ekki drepa þig. Og þeir bunda með 2 nýjum reipum og fóru með hann burt frá klettinum. Og þegar Samson kom til leki komu Filistear með miklu óp á mótunum, en þá kom andi drottins yfir hans og urðu þá reipin sem voru armleggi hans sem sviðni þræðir og fjötrarnir hrukku af honum. Hann fann nýjan asnakjálka, rétt út höndina, tók hana og laust með honum 1000 manns. Svo, eftir að það er búin að vera vesen á milli, Samson ætlaði að giftast þessari konu, hún var gefin einhverjum öðrum, hann var reiður og brendi þorpið þeirra. Þá fóru Filistearnir sjálfur og brendu þessari konu sem átti að vera eiginkonun hans, en þá fyrir hann sjálfur aftur að ræðst á það og Ísraelsmenn segja, betur, hvað er hann að gera? Þetta er fólki sem er að ráða yfir okkur og hann er eitthvað að fara að brenna hjá þeim uppskeruna og ráðast á það, veistu ekki, þú ert að valda okkur vandræðin, þeir munu bara fara að vera með okkur. Þannig að nú ætlaðu bara að taka hann og senda hann yfir til Filistear og gefa hann bara taka hann, binda þig og fara með þig þangað. Og Samson segir, ok, bindið mig bara ekki drepa mig, leiði mig bara bindið mig og farið með til þeirra. Og hann er tekinn og bundinn og farið með til þeirra, en andi drottins kemur yfir hann og hann bara ræðst á þá. Og þegar að sagan segir að hann finnur nýjan asnakjálka
og drepur þá 1000 manns með kjálkanum, þá fer maður að segja svona kannski pínu, stopp, bíðum aðeins, þetta hljómar eitthvað voða ævintýralegt, ekki satt. 1000 manns með einu kjálkabeini. Þetta bara einhver svona ígjusögu hlýtur að vera. En þegar þú ferð aðeins að pæla í sögum sem þú þekki meira að segja frá samtíðinni og fer aðeins að hugsa út í þær og pæli í hvernig það muni hljóma eftir kannski 100 ár eða 200 eða bara 500 ár. Ef það væri ekkert nema sagan til að því, engin sönnunargögn, bara munnmæla saga. Tökum söguna sem ég nefndi hana, Gretti. Flestir segja, já, þetta nú ígjusaga, það enginn að fara að synda þarna á milli, það enginn svona sterkur eins og þessu lýst. Enda vitum við að þetta kannski bara svona samblandingur, ég meina hann að berjast við drauga, við vitum að draugar ekki til, jú, ég játa það alveg, kannski ástæðan fyrir að maður tekur ekki söguna alvarlega. En pælum í því bara eins og hér á Íslandi, þegar að Guðlaugur Friðþjófsson frá Vestmannaeyjum, báturinn sem hann var á sakk og flestir drukknuðu, en hann synti í 6 klukkustundir í 5 gráðu heitu vatni til Vestmannaeyja og fór í gegnum alls konar labbi yfir hraun til þess að fara inn í bæinn. Og þegar hann kom upp á spítala þá sagt hann hafi verið með svona væga ofkólnun, þegar allir hefðu dáið bara eftir nokkra mínútur. Þessi sagan hljómar ótrúlega, en hún sönn, við þekkjum það. Ég myndi ykkur hvernig hún hljómar eftir 200 ár þegar einhver segja já, það var maður hann synti í sjónum í 6 klukkutíma. Já, hann var valla ofkólnaður. Já, einmitt, ævintýrin frá Íslandi, þau eru æðisleg. En samt þetta satt, því að við raunverulega getur raunveruleikin verið bara brjálæðislega furðulegur og furðulegur en skáldsaga. Það ein saga hér sem ég veit ekki hvort þið þekki. Ég heyrði þessa sögu fyrst og ég hugsaði mitt, já, einmitt svona ævintýrasaga, en í hvað heitir þetta aftur, þetta stríð? Það var stríð á milli Finna, vetrarstríð milli Finna og Sovétríkjanna 39-40, þar sem að Sovétmenn ætlaðu að taka stóran hluta af Finnlandi. Finnar settu bara mjög mikla mótspyrnu, en voru með svona mótspyrnu her. En þar svona finnsk leyniskytta sem hét Simo Häyhä, ég veit ekkert hvernig að bera það fram. Og ég las fyrst post sem hét þetta eitthvað, 10 alvöru hermenn sem láta Rambo líta út eins og aumingja. 10 alvöru hermenn sem láta Rambo líta út eins og aumingja. Og þá var hann efstur á listanum. En þetta var náttúrulega vetri til og það voru Sovétmenn að ráðast hana inn og þeir í sínum herbúningum, en hann svona góðum hvítum búningi og var bara staðsettur vel upp í tré. Og þetta stríð var ekki nema í 100 daga, en á þessum 100 dögum þá staðfest að þessi maður sem þeir fóru og kölluðu síðan hvíta dauðan, þeir sem voru á mótunum, að þetta gerist í -20–40 gráðu kulda norðarlega í Finnlandi, þá var þessi með sinn bara riffil og drap og skaut yfir 500 manns. Sem hljómaði bara eins og eitthvað rugl, það engin maður sem drepi 500 manns, en jú, hann, meðan margir aðri voru þannig að hann bara fann sér gott svæði og með sérstaklega taktík þar sem hann komst aldrei upp hann, þannig að þeir bara voru alltaf dritaði niður og vissi enginn hvar hann var og eitthvað svoleiðis. Og það var ekki fyrir eitthvað síðasta daginn í stríðinu sem einhver skaut hann í andlitu og skaut á hann kjálkan og sama dag var skrifað undir friðarsamning og þeir svona leystu sína deilur. En ótrúlega satt, þá bara lifði hann það af og hann var þekktur síðan sem hvíti dauðinn, maðurinn sem var ótrúlega gott mið og kom sér bara vel fyrir og passaði sig og þeir sendu leiðangra í að reyna að losa sig við hennar mann, en þeir bara drápust allir því að það gat enginn fundið hann og komið hann fyrir Katanef. Svona saga hljómar einmitt mjög ýkt, einn maður drepur ekki 500 manns, þeir bara fara á rústunum og stútunum. En engu að síður þá það bókað og við þekkjum það svona allan ekki minni tíðan og tíð kannski einhverja sem í hérna. Og ef við segjum hann eftir nokkur 100 ár, þá hljómar hann kannski eins og ævintýrin sönn engu að síður. Það getur verið svo brenglaðri heldur en skáldsagan. Þannig að þegar við lesum Samson, þetta bara pæling sem datt í hug, þá hljómar það furðulega, en maður veit aldrei allar aðstæður sem liggja þar að baki. En ef við klárum söguna Samson, þá lesum við bara aðeins nokkuð vers í 16. kafla.
Það þegar að Samson fellir ástahug til konu einnar í Sóreksdal sem heitir Dalíla. Höfðingjar Filisteða komu til hennar og sögðu við hana, gintu hann og komst að því hverjum miklu kraftar hans eru og fólknir og með hvaða ráðum við getum yfirbúið hann svo við náum að binda hann á 3. Við munum hverjum þeir gefa þið 1000 sikla silfurs og 100 betur. Og Dalíla sagði þá við Samson, segðu mér í hverju hinni miklu krafta þínir eru fólknir og með hverju þú eru bundin svo menn fái ráðið þig. Og Samson, 3. skipti, fallin fyrir konu sem ekki á hans heima stað, greinilega hans veikleiki. En hann segir henni, bara 7 ný strengir, óþurrir, þá bara get ég ekki losnað. Og hún fyrir og segir, og hún bindir hann með þessum reipum, en þegar þeir koma, þá slítur hann það bara mjög auðveldlega og rekur allir burtu. En á ný spyr hann, nei, í hverju styrku þeim bundir? Já, það þarf ný reipi sem eru ónotuð og þá getur engin maður losa þau. Hún kemur á nóttin og bindur ný reipi ónotuð en þegar að Filistearnir koma alltaf að taka hann, búmm, þá rífur hann það í burtu. Og í 3. skipti gerir hann það aftur. Segir hann, vefðu hárið mitt við undirstöðunar og neldu það í vegginn og þá mun ég ekki geta gert neitt. Síðan fyrir hann að segja öllum, komið nóttina, ég ætla að gera þetta. Síðan það allir koma á húsinu, búmm, þá rífur hann svo lausan aftur. 3 sinnum. Þannig að þegar að 3. konan sem hann fellur fyrir búin að biðja hann svíkja hann 3 sinnum hver hann sterkur þá engu að síður fellur hann loksins í 4. skipti þegar að hún nauðar svo mikið í honum, segir. Að hann nefndi ekki að heyra nauðinni lengur, svo hann sagði henni, veistu það, ég tók Nasareið bara alla tíð og þess vegna styrkurinn í hári mínu. Og þannig að ef við sjáum aðeins Nasareeiðin sem að fjalli því að vera ekki að drekka neitt sem að kemur af vínviðnum, vera ekki nálægt dauðum og ekki klippa hárið sitt. Nú, Sóreksdalurinn sem Dalíla var frá svona þekktur vínstaður og það hafi ekki verið að fá sér vel svona og í svona góðum félagskap og ekki náttúrulega vantaði líkin í þeim baróttum sem hann átti sér við. En núna loksins það 3. sem var, þar segir hann henni og lætur hann að vita og hún fer séðan og rakar á hann hárið nóttina og þeir koma og taka hann. Og hann tekinn og blindaður og settur í þrældóm. Og síðan þegar það svona skemmtiatriði á hátíðarhöldum Filisteða sem að gera grína nágranna þjóðin og sína sterka mannin sem var einu sinni vandamál sem ekki lengur með augu og getur ekki neitt, þá hefur hann tíma til þess að hugsa það sem hann gerði, styrkur hann kemur aftur og hann endar að því að bróta samkomusali og taka fullt af mönnum með sér út. Þetta svona, þegar þú pælir í þessari sögum, hugsaðu, þetta svona saga sem að flesti þekkja og lærir í Hvíldardaskóla, bara samt ekki ómörg smáatriði því að þau geta verið svolítið ljót. En sagan mannin sem kallaður frá móðurlífi en algjörlega fyrir á skjön við allt sem að hann hefði geta gert. Spurningin sem að færa hlýtur að spyrja sig af hverju ósköpunum verið að velja birtist engill konu manni sér því mun eiga barn og það mun gera stórkostlega hluti og það mun byrja að frelsa þjóð ykkar og síðan kemur þessi maður, hann bara vandraða maður. Bara alltaf eitthvað til hinu landinu og eignast vini þar og giftast konum þar og síðan ekkert að leiða þá neitt til frelsunar frá ánauð. Guð þá að gera mistök með því sem hann kallar þetta? Af hverju kalla Guðan ef hann veit að þetta myndi gerast? Af hverju Guð að kalla svona gallagripi? Nú, á endanum, þegar að loksins hann búinn að fá tíma til þess að vera hana aftur sem fangi og láta hann vinna fyrir þá yðrist hann þess sem hann gerir og Guð gefur hann aftur styrk og hann fellir hana með sér menn og það segir og þá byrjaði hann að losa þá undan ánauð Palestínumanna. Svo, af hverju kallar hann svona fólk? Af því annars myndi hann engan kalla, hann myndi bara kalla fullkomið fólk. Því að það enginn sem að passa við þá lýsingu að gera aldrei neitt rangt. En kannski vonin felist í því að Guð veit hvað getur gerst og hvað getur orðið og kallar út frá því. Það segir á textanum að Samson hafi verið dómari í 20 ár og á þeim tíma voru Ísraelsmenn lausir undan ánauð nágrannaþjóðanna.
Og hefðu þeir flokkast bak við hann en ekki selt hann í hendur óvinana, hver veit hvað hefði gerst? Kannski hefði Samson notað gjafir sína til góðs en ekki sem einhver partítrykk eða eitthvað, hver veit hvað hefði gerst? Síðahári sem hann hafði, náttúrulega engin galdrabrauð eða styrkur í því, heldur bara tákn eiðsinn sem að foreldrar hans tóku. Og hann var löngu búinn að gera lítið úr eiðnum með drykkjuskap og hórskap, en þegar hann segir frá henni þá gerir hann bara algjörlega skítt í það uppruna sinn. Og þegar aðeins að pæla í svona hvaða leksíu má draga af sögunni Samson, að þá held ég að maður sjáu það að styrkurinn, eins og ég segi, hann liggur ekki í því hans andlega gerfi, því að eins og Ellen White segir í Ættföður spámenn að Samson var kannski sterkastur allra manna en hann var mjög veik geðja maður. Þannig að þess vegna get ég sagt að hann hefði ekki verið sannarlega svona sterkur einstaklingur. Já, enda er kannski mesta hætta fyrir okkur að uppfylla okkar köllun frá Guði og okkar andlega lífi er ekki annað fólk, eitthvað þetta fólk sem er of mikið svona eða hinsegin og víhaldsamt og frjálslynd, eitthvað bara utan að komandi, heldur við sjálf, okkar eigin stolt, eigin þrjóska við boð Guðs og svona sjálfsnautir. Hið illa hefur ekkert meira vald heldur en bara Delíla í lífi Samsons. Hún getur freistað og nauðað, en hún getur ekki brotið okkur frá Guði nema við gefum undan og leyfum okkar tengslum við Guði að vera klippt eins og hann bauð henni eiginlega að klippa hár sitt. Það má taka Samson sem dæmi Ísraels þjóðina eða þeim dæmi hinn kristna í dag. Guð hefur áætlanir fyrir okkur. Við erum kannski stolt og þrjósk, förum okkar eigin leiðir, misnotum gjafir okkar, eyðum kröftum okkar og gjöfum sem Guð gaf okkur í rugl í stað þess að blessa aðra og boða boðskap Krist. Og oft ekki fyrir að við erum búin að eyða hálfri ævinni í eitthvað rugl eða erum eins og blind á stað sem við ættum ekki að vera og segjum hvað í ósköpunum er ég að gera hérna, eins og Samson. En þá vitum við það að alveg eins og með sögunni hans þá hefuru náðina í meira sér þessari sögu, því að Samson fékk eftir allt saman í lokin annað tækifæri og notaði síðustu stundi lífsins til þess að brjóta Ísraels undan ánauð óvinarins og náð Krist sem að getur gefið okkur öllum tækifæri líka. Hver veit hvort við getum ekki einnig notað okkar stundir þáttur að sé síðan meir í lífinu til þess að brjóta fólk undan ánauð síns illa eins og Samson gerði. Skulum ljúka með bæn. Kæri Faðir, þökkum við fyrir orð þín, hjálpa okkur að læra þeim og taka leksjur fyrir daginn í dag. Ég bið að þú megir hjálpa okkur, Faðir, að hafa styrk yfir bara þrjósku og stolti og kannski sjálfselsku og svona vöntun á því að láta undan og gefast þér, Faðir. Ég bið þig að leiða okkur og að tala enn til sála okkar, Faðir. Og við megum líka sjá náð þína allstaðar í sögunum að það er alltaf útrétt hönd þín til okkar sem býður okkur að byrja á nýtt og að uppfylla þína vilja í okkar lífi. Ég bið þig og þess í Jesú nafni. Amen.